Já, verið þið sælir áhundu góðir og verið velkomin hér í KA TV. Hér fyrsti leikurinn í úrvalsdeild karla að hefjast, KA og Afturelding. Fáum væntanlega hörkuleik, lið sem að voru á rosalega svipuðum stað í deildinni fyrra og mættust einmitt líka í hörkuleik í bikarkeppninni sem að KA vann í 8 úrslitum en það var hins vegar Afturelding sem endaði ofar deildinni og fór því í úrslitakeppnina. Og eins og ég segi, væntanlega spennandi leikur framöndan hér í KA-milinu, KA og Afturelding. Eins og ég segi, fyrsta umferðin í úrvalsdeild karla. KA-liðið spilaði vissu sinn fyrsta leik í vetur á dögunum gegn stórkostlegu liði Hamars sem hefur unnið alla titlana sem hafa verið boðið í Blakinu síðustu 2 ár í leik meistaranna. En nú hins vegar komin að þeim fyrsta í deildinni. Byrjum á að kenna gestina til leiks. Þeir eru með spennandi lið eins og í fyrra og sjáum hér númer 3, Kristinn Benedikt Hannesson, númer 4, Hilmir Berg Halldórsson, númer 5, Kristinn Rafn Sveinsson, númer 6, Atli Fannar Pétursson, númer 7, Sebastian Sævarsson Mæjer, númer 9, Sigþór Helgason, númer 10, Kári Hlinsson, númer 11, Hafsteinn Már Sigurðsson, númer 14, Dorian Poinch, númer 17, Arnór Snær Guðmundsson og númer 18 Borja González Vicente. Þeir reikna nú ekki með að sjá Borja inn á vellinum, hann er það stýra liðinu en er á leikmannlistanum ef að þarf á honum að halda. Hörku lið og ansi sterkt fyrir gestina að fá Hafsteinn Má Sigurðsson til við sig í vetur. Landslýsmaður og frábær leikmaður sem að bar upp í liði vestra á síðustu leiktíð. En skulum við kíkja á lið KA. Númer 1, Magnús Rosazza. Númer 2, Pedro José Lozano. Númer 3, Miguel Mateo Castrillo. Númer 5, Matthew Paul Tyrell. Númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson. Númer 8, Óskar Fernández Elís. Númer 9, Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10, Hermann Býring Ottosson. 11, Draupni Jarl Kristjánsson. Númer 12, Kristoffer Magni Magnússon. 13, Gísli Martin Baldursson. 14, Nói Gautason. 20, Andri Snær Sigurjónsson og Bjarni Hólmgrímsson er númer 23. Já, þá er allt klárt hér í KA-milinu. Leikurinn að fara af stað. Eins og ég segi, liðin voru rosalega áþekka getu á síðustu leiktíð. Vissulega búin að vera smá breytingar og sérstaklega á KA-liðinu. En nú verður áhugavert að sjá hvernig þetta mun spilast. Það eru gestirnir sem að byrja þetta. Og já, sjáum hvað þeir gera hér. Þetta er farið af stað. Fín móttaka hjá Birki, boltinn hér upp á Mateo með fína bolta. Þægileg vörn og lúmskur bolti þarna og fyrsta stigið gestana. Það er Dorian Poinch sem að skora það. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Hafði yfirsýnin hérna í að sjá að það var svolítið langt hérna í kantinu á KA-liðinu. Og þessi er inni. Það er Atli Fannar Pétursson sem að skorar hérna fyrsta ásinn. 2-0 fyrir gestina
Þeir eru að byrja þetta sterkt, gestirnir úr Mosfellsbænum. Þetta kemur Atli hér. Birkir sem með þennan bolta. Teskeið kemur Óskar, hann blokkaður, hann inni þessi bolti. Og fullkominn byrjun gestanna heldur áfram. Kristinn Rafn Sveinsson með þessa blokk og staðan 3-0 fyrir gestina. KA-liðið þarf að ná að losa þessa stöðu. Komum sér í gang. Já. Andri með fína móttöku kemur Óskar. Óskar neglir þessu, skoppar af netinu og út. Og ekki þetta draumabyrjun hjá KA-liðinu. 4-0 afturhelding. Birkir smáhandrar með bolta. Óskar gefur samt með ágætis bolta yfir. En Petró tekur þessu, gefur Matteo setur hann beint í miðuna og skorar. Þetta gerði Matteo frábærlega. Kominn á blað og nær að koma KA á blað 1-4. Og þá hann Petró Jose í uppgjörinu fyrir KA. Petró fín bolti, mjög góð móttaka og kemur vartalega hörku bolti hérna og hann að smassa frábælega hérna. Hann Dorian setur boltan rosalega uttalega og Óskar tvisvar sinnum gripinn í bólinu. 5-1 afturhelding. Óskar blokkaður og boltinn ennþá í leik en KA-liðið nær ekki að bjarga þessu og afturhelding komið í 6-1 og þeir ætla að þið verið alltaf hér í byrjun keyra yfir KA-liðið. Þannig aðeins að kveitna sáðan eru kannski bara smá sleiknir yfir þessari byrjun, gengur lítið sem ekkert. Kemur Óskar fastur bolti og þarna þekkjum við Óskar. Frábær bolti Óskar Fernández Celis kominn á blað og kemur kannski ekkert á óvart að fyrstu stig KA-liðsins gerir þeir félagar Matti og Óskar. Stiga skorar af Guðs náð og nú þarf KA-liðið hestarinn að tengja nokkuð stig, koma sér betur inn í þetta. Fín uppgjöf frá Óskari, þeir ná eins að bjarga þessu, þetta bolta þægilega yfir. Petró upp á miðjuna og Hermann. Og hann blokkaður út hérna. Allavega blikkar ótt að KA-liðið aðeins að koma tilbaka. Þá Hafsteinn kominn í uppgjöfuna fyrir Mosfellinga. Má vennast í að sjá hann í treyjunni hjá Afturheldingu. En hann setur hann út og fyrsta uppgjöfun sem klikkar í leiknum. Hermann Byring. Þennan bolta, góð móttaka hins vegar og svo kemur hann enn og aftur og laumar og Petró nær ekki að stýra boltanum betur. Og Dorian heldur áfram skora, hann komið 4 stig, leikur á alls oddi og það kannski bara fínt einmitt að hann sé það komin í afturlínunni og sjá uppgjafinnar. Ekki alveg byrjunum sem við vildum sjá hjá KA-liðinu og þessi inni. Það ég að fagna því að Dorian sé komin í afturlínu. Ekki lengi að refsa þar, kom með ás og Gía Guðnadóttir hefur séð nóg, tekur leikhlé og já, þessi byrjun ekki alveg það sem við ætlum okkur. En við svo sem þekkjum það í blækinu að hlutirnir eru fljótir að breytast og ef þú tekur fótinn aðeins að bensíngjöfinni þá hlutirnir fljótir að breytast. En já, bara vel gert. Afturhelding komnir í 9-3. Ef við kíkjum kannski örstutt á
tölfræðina í fyrstu rauninni til þessa. Sjáum það að K.A. er búið að skora 2 smastig af þessum 3. Afturhalding hins vegar með 3 smastig, 2 ása inn á laumum, 1 blokkstig og svo 2 stig eftir mistök á K.A. Þeir eru að dreifa þessu þokkalega. Greinilega þeir ætla að taka hana vitur með trökki. Já, fór með smjörið. Já, Andri með flotta móttöku. Petro tilbaka á Andri þarf að skýla honum, gera það eins og ágætlega. Kemur frábær hávörð að Gísla og já, nú er lag. Boltinn tilbaka á Matti og blokkaður og í kjölfarið dæmdu mók á K.A.-liðið. Staðan því orðin 10-3. Já, það er svona smá andleysi yfir K.A.-liðinu. Nokkuð skipti sé það, kannski oftar en nokkrum sinnum, strákarnir að byrja fullrólega. En þetta var hins vegar frábær magnasmassa miðjunni frá Gísla Marteini. Gísli Marteinn farin að spila meira á miðjunni núna í vetur og þetta var frábært. Tengdu vel hérna hann og Petro. Kemur Matteo og smá vandræði með þetta. Og þessi bolt er út. Jú, þeir dæma snertinguna. Staðan er 11-4. Jæja, áfram höldum við frábær byrjun gestanna. Heldur ekki áfram því þessi bolti frá Sebastian Sævarssoni er út og önnur uppgjöfun sem klikkar hjá gestunum. Þannig að 2 af þessum 5 stigum K.A. eru eftir vísindar uppgjafir hjá Mosfellingum. Jæja, hún er í smá brasi. Kemur Hafsteinn og hann er blokkaður, frábær blokk hjá Gísla. Jæja, Hafsteinn var bara eins og hrísla í höndunum á honum Gísla. Og Gísli Marteinn komið með 2 stig núna. Til sín taka. Þessi er eins og út. Og fyrsta uppgjör sem klikkar á K.A. 12-6, 6 stiga munar áfram. Komið aðeins bara jafnvægi í þetta. En K.A.-liðið þarf að gera meira. Heldur hann bara að ná jafnvæginu. Og Petro blokkaði, frábær blokk þarna. Já, Atli Fannar var fljótur að lesa í Petro þarna. Petro, Austbyrjari, getur smassað vel líka. En Atli las hann eins og opna bók þarna. Og kemur aftur í 7 stig, en það varir ekki lengi. Klikkar uppgjöfin í kjölfarið og staðan því 13-7 núna. Gísli Marteinn fyrir K.A. Hörkubolti, frábær móttaka og þessi bolti fer af spýrunni hjá honum Atla. Og þetta er fyrsta stíi sem K.A. fær eftir mistökur í opnum leik hjá Aftureldingu. Það eru ansi vel gert að það komi þegar svona er liðið á fyrstu hrinu. Kemur Gísli aftur. Flottur bolti og þetta er ás. Já. Gísli Marteinn, hann er búinn að vera klárlega besti leikmaður K.A. sem aðeins leiks. Frábær kraftur í honum og vonandi hann á að rífa strákana með sér.
13-9. 3 stig í röð Káa. Kemur Gísli aftur. Hörku boltar frá honum en þeir ná að verðast þessu. Afturlínu smað. Sálsögða Gísli stekur á móti. Kemur Draupnir og dæmt net á gestina. 4 stig í röð Káa. 13-10. Þetta að koma. Hvort að lausnin sé bara að vera ekki með lípir að vinna á. Aftur hann að skora á Gísli Marteinn. Boltinn skrúast á netinu og beint niður í gólf og það var held ég enginn að fara að ná þessu nema uppspyrjurinn væri bara upp í netið. Og staðan því orðin 11-13, 5 í röð og þá tekur Borja leiklið fyrir gestina. Reynir að slökkva í Gísla en það er nú meira en að segja það. Já, allt annað að sjá til Káa-liðsins núna og það er miklu leyti þökk sé Gísla Marteini Baldvinsinni. Sá er að kýla á þetta. Og helstu tölfræði punktar að jafnast aðeins út. Þetta 7 stiga forskot sem Afturelding náði að rétta á hann er farið niður í 2 stig en við þurfum að halda áfram. Kemur Gísli Marteinn. Fastur bolti og hann er að skora. 3. ásinn hjá Gísla. Frábær. Gjörsamlega frábær. Komið 5 stig og þeir eru bara eiginlega 5 stig í röð. 1 smagstig, 3 ásar og 1 blokk. Kemur aftur frábær uppgjöf en nú er ára að verðast þessu og frábær hávörn hjá Káa-liðinu. Nú eru vandræði hinum megin. Draupnir skýrir hann tilbaka og Pedro missir hann í spýruna. Og 2 stiga munar hann í 14-12 en það er allt annað að sjá til Káa-liðsins í kjölfarið. Og útlit fyrir þessum að fara að fá meiri spennu í þetta hér í síðari hluta fyrstu hryðinu. Og hérna er ás hjá honum Atla Fannari. Fannst Draupnir kannski smá klaufi þarna, kannski var hann að hugsa aðeins lengra heldur en hann átti hérna misti aðeins sjónar af boltanum. En áfram Gakk hér. Þessi er úti. Já. Og þá er það hann Pedro sem að kemur í uppgjöfastöðu fyrir Káa. Og frábær hávörn, Hermann étur hann Dorian hann að frábær hávörn til Hermanni og Hermann komið bara annað blokst í Káa-leiknum bæði frá miðurinn okkar, 1 hjá Hermann og 1 frá Gísla. Kemur fínn bolti frá Pedro og þessi bolti hins vegar út frá honum Hafsteini. Hann reynir klassíska blacktricksið að fagna eins og það hefur verið snerting en dómararnir eru ekki að býta á þetta. Og staðan 4 jöfn, 15-15, 3 stig í röð Káa. Sveiflur í þessu hérna og kemur Hafsteinn aftur og hann setur hann gjörsamlega við endalínuna þarna. Frábær smassi á honum, ekki lengi að bæta upp fyrir smassi á hann. Og Hafsteinn Már kominn á blað, það verða örugglega fleiri hjá honum. Hrikalega öflugur strákur. Já, vel gert hjá Birki, boltinn hér upp á Matti og Matti blokkaður og hendur net í blokkinni.
og Káa fær því stigið 16-16. Já, það er hrannast aðeins einn mistökun hjá Mosfellingu núna. Orðin 4 núna í opnum leik, þau voru engin fyrstu 20 stigin í leiknum. Flottur bolti á Draupni, móttakan svo fín kemur. Já, Matt komin í lífbyrðastöðuna en missir hann yfir og hann er fljótur refsa. Hann Sebastian Sævarsson Mæjer gerir sér fyrsta stig og Afturelding heldur í frumkvæðið. Og fáið Birki aftur inn í lífbyrðastöðuna Káa og svo er hann Sigþór nokkur Helgason mættur í lið Aftureldingar. Sigþór frábær leikmaður, vann allt sem hægt var að vinna með Káa á sínum tíma og er algjör lykilmaður í þessu liði Aftureldingar. Sjáum hvað hann gerir hér, kemur inn í uppgjöfina. Afturelding stígi yfir. Birkir í vandræði með þetta en við helgum þetta Petró og Andri skýrar honum yfir og í kjölfari kemur þessi frábæra blokk. Já, það er svo sannarlega kviknað á Hermanni Byring. Komið 2 stig núna, 2 blokksteg á skömmum tíma. Hann fagnar þessu vel og innilega, eðlilega. Það er fátt skemmtilega heldur en að koma með góða blokk. Hermann í uppgjöfun í kjölfari gekk vel á hann þegar lífbyrðan var út af. Sá hvað gerist núna. Petró tekur hann að boltinn upp á Matteo laumar en vel gert. Hann mættir undir hérna og svo kemur bolti á Petró. Boltinn upp á Andra og Andri neglir þessu út. Hörku bolti núna komin í gang. Og kemur Matteo setur hann út. Línuverðin ekki alveg sammála en ég held að þetta hafi verið rétt út. Og Aftureldingar með 2 stig í röð, 19-17. Mikilvægt núna að missa gestina ekki of langt frá sér. Og þetta getur verið dýrt. Dorian setur þessa uppgjöf í netið. Og staðan núna 18-19. Og kannski svolítið áhugavert að sjá hérna 5 uppgjafir klikkað á gestunum, 1 hjá Káa. Þetta er dýrt. Matt með fína vörðina, kemur boltinn upp á Andra. Andri neglir þessu af hávörður í gólfið. Já, jafnar metinn hér í 19-19. Andri Snær Sigurjónsson. Gekk í ræði Káa núna fyrir hennar vettur og þetta er gríðarlega öflugur strákur að austan. Við kunna svo sannarlega framneiða blakara fyrir austan. Og virkilega gaman að fá hann í okkar lið og hérna er hann fljótur að refsa. Já, lúrir þetta við netið og hefur yfirsýninni að bara setja boltan beint þar sem að þurft að setja boltan. Andri Snær Sigurjónsson, 2 stig í röð í honum og Káa skyndilega komið yfir 20-19. Og fín hávörn og já, Petró tekur hann. Matt upp á Matteo. Matteo fyrir í vandræði með þetta. En ná að skilja hann yfir. Og rúmlega það, vel getið á Matteo og bjarga þessu. Kemur á Andri og þessi er út. Ég segi að það hefði verið snerting. Já, ég horfði bara á boltan. Og það þýðir það að Andri er komið 3 stig núna. Og staðan 21-19 og þá tekur Borja leikhlé fyrir gestina. 4 stig í röð Káa og þetta er að koma á frábærum tímapunkti hérna. Já. Það hefur vantilega ekki verið mikil snerting sem síðast stigi en
En bæði línuvörður og aðaldómari voru handviss í sinni sök hérna og enda líka mun nærri þessu en ég. Þetta örugglega hárréttur dómur, en spurning hvað gestirnir gera. Þetta byrjuðu leikinn af svakalegum krafti, náðu mest 7 stiga forystu, en heldur betur búið að kvikna á KA-liðinu og KA-lið núna í góðri stöðu fyrir enda sprettin hér í fyrstur hrinnu. Getur verið ansi mikilvægt að taka fyrstur hrinnu. Bíðum aðeins eftir að geta hafið leik hérna. Já, þá held ég allt klárt. Miguel Mateo Castrillo fyrir KA. Sá getur sótt Ásana og smá vandræðum hérna, en þeir ná að redda þessu. Já. Hérna hefur þetta stæða boltan yfir. Eða hvað, dómarnir þurfa aðeins að ræða málin. Snerti Petro boltan fyrir KA eða ekki. Hefur myndað svo að Petro hafi snert boltan, þá var þetta löglegu bolti áfram. Ef ekki, þá var þetta 4 snertingur á afturhendingu. Við deyma seilingu á Petro. Hann hefði teikt sig í boltan sem að mátti ekki gera. Og afturhending fær því stigið 21-20. Já, þetta áfram stál í stál hérna. Kæmi ekkert á óvart að myndi fara í upphækkun. Þessi fyrsta hrinna. Sebastian Sævarsson, Mæger. Drauturinn fína móttöku, boltinn tilbaka á Mateo skoppar á netið, þeir eru í vandræðum með þetta, þurfa að setja hann yfir. Gera það og smá vandað på talandi á KA-liðinu, en það reddast. Og hörkubolti, hörkublokk, frábær vörn og gesturinn á að redda þessu, en hávöldin hjá Gísla. Hún klárar þetta, sækir stigið, 6 stig af Gísla Martini og 4. blokkstig KA hér í fyrstu hrinnu, það er frábært. Og KA 22, afturlending 20, aftur 2 stiga munur. Andri Snær fyrir KA. Sittur hann uttalega hann að bolta, þeir ná að verast þessu, kemur fínasti bolti og nei, þeir ná ekki að redda þessu. Og Arnór Snær Guðmundsson með sitt fyrsta stig í leiknum. Kemur svo út af í kjölfarið. Næja, sjáum hvað Hilmir gerir. Það væri dýrt að klúðra uppgjöf núna. Hann setur hann allt og langan. Og 7. uppgjöfin sem klikkar hjá gestunum í þessari fyrstu hrinnu. Það er bara allt og mikið. Þeir eru að vísu búin að fá 3 ása, en það er KA-liðið einnig og KA er aðeins búin að klikka einnig. Uppgjöf. Það er svolítið mikill munur. Kemur Gísli Marteinn, Gísli, föstu bolti, þeir eru í bullandi vandræðum en ná að redda þessu. Og KA-liðið missar hann yfir. Hún er lag fyrir gestina, kemur Hafsteinn vennar bolta af hávatinni. Já, Petro nær setja hann upp og þetta er magna rally hér og endar svo á að Hafsteinn þrumar þessi gólfið næra koma hann fram með hávatinni. Og þetta var lífsnauðsynlegt stig fyrir gestina, 23-22. Atli Fannar fyrir afturheldingu. Kemur hér. Birkir eins og engu vandræði með þetta. Kemur boltinn upp á Mateo setur hann allt of langan. Og staðan jöfn 23-23. En ef við erum að tala um mismuninn á klikkuðum uppgjöfum, þá er KA búið að gera 9 mistök í opnum leik. Afturleik aðeins 4, það er líka ansi mikil munur. Það
gerir það verkum að liðinu jöfn. Það var það mistök í leiknum þessa frábær hávur þarna hjá Hafsteini. Hafsteinn Már 2 rauðjónum, kemur afturheldingu í 24-23. Þá tekur K.A. setnaleikliðið sitt. Já, hér 3 stig í röð til hljóta að breytast. Aftur að kvitna á gestunum eftir að K.A. var komið með ágætis taka á þessu. Kíkjum á tölfræðina eftir smá leið á hreinan klárast, en þetta að lofa góðu fyrir framhaldið. Þetta búið að, síðar hluti hreinunar búin að vera virkilega flottur og liðin eru að sína flottur þetta. Aðeins að koma meiri rally í gang. En nú K.A. eins og með bakið við vegg og strákarnir þurfa að sækja þetta stig. Atli Fannar Pétursson fyrir afturheldingu. Ná ekkert. Jú, það má alveg klikka. Ég ætlaði að segja að maður ekkert klikka hjá K.A.-liðinu. Ás hjá honum myndi klára þetta. Jæja, Atli, þessi bolti svo þægur fyrir Birki. Upp á Petro upp á Óskar. Óskar, já. Hann knýr fram upp að eitthvað. Óskar Fernández Celis. Fagnar þessu vel og innilega. Það var vel gert, sama hávörnin. Maður ekki alveg klára Óskar hérna, hann hefur voruðlega ennþá á ferðinni. Og Óskar fljótur að refsa 24-24. Petro menna bolta er ekki vandrað með þetta eins og kemur boltinn á Hafstein og frábær vörn hjá Andra, en boltinn skrúast upp í loftinu og Hafstein fær því þetta stig. Frábærlega gert hjá Andra, en svekkjandi. Boltinn skrúast upp í netið upp í loftinu hjá okkur og aftur því sama staða uppi. Afturhelding stigi yfir, þarf næsta stig til þess að klára hrinuna. Já, Petro tilbaka á Óskar. Óskar, já. Sá að höndla pressuna. Óskar Fernández Celis. 3 stig í honum. 25-25. Aftur þurfum við að hækka. Og þá Óskar sjálfur komin í uppgjöfuna. Þá það líklega Matteo sem har klárt að fyrir K.A. Og smá bras á þeim, en gera eins og vel úr þessu. Og hávörnin fínu K.A.-liðin, boltar enn í leik hins vegar. Og nú eins og séns fyrir. Þetta klaufalegt tvíslag hérna á Matt. Og afturinn fær hérna ansi ódýrt stig. Matt hérna ætlaði að setja boltan upp á Matteo. En boltinn snýrist hann aðeins í höndunum honum og þetta tvíslag. Bolti, Birkir tekur við hann og kemur. Andri setur hann út. Línuvörðun sem hann hafði inni. En ég held að það sé réttur dómur. Þessi bolti hafi verið úti. Og afturhelding tekur því fyrstu hrinu 25-27. Eftir æsi spennandi hrinu. Já, þetta var magnað eftir virkilega slaka byrjun K.A.-liðsins. Þá kviknaði vel á þeim, en það var ekki alveg nóg. Og gestirnir taka hér 1-0 fórystu. Kíkjum aðeins á stigaskorið hjá K.A. Gísli Marteinn Baldvinsson stigahæstur með 6 stig. Átti þarna ótrúlegan kafla. Hann var að skora bæði með smöðsum og blokkum, en aðalega ásum líka. Næstur eftir honum Óskar Fernández Celis og Andri Snæður Sigurjónsson. Og svo Hermann Bíring Ottosson með 2 blokkir. Og svo Miguel Mateo Castrillo 1 stig. Hann skoraði fyrsta stig K.A. í leiknum. Og alveg klárt að við þurfum að fá meira frá Mateo sónarlega. Sjáum svo gestina. Þar Dorian Poink með 5 stig.
hófleikina gríðalegum krafti. Síðan var það Hafsteinn Már sem tók við ástandunum Atla Fannari sem með 3 stig, Hafsteinn 4. Svo er það Kristinn Rafn, Sebastian Sævarsson, Mæger og Arnór Snær, allir með 1 stig. Svo á tölfræði hér í fyrstu hrinu 25-27 sigur Aftureldingar eftir upphækkun. Káa með 7 smarstig, 8, bæðilið með 3, Ása, bæðilið með 1 laumu, 4 blokkir á Káa gegn 3, en svo eru mistök mótherja Aftureldingar 12 stig eftir mistök á Káa-liðinu, Káa 10, en þar af 6 misheppnaðir uppgjafir hjá Aftureldingu, aðeins 1 hjá Káa sem segir það að Káa gerði 11 stig fyrir gestina hér í fyrstu hrinu og það er bara svolítið mikið, það er bara með því meira sem að þau séð hérna í gamaninu. Afturelding mest 7 stigum yfir í stöðunni 13-6, en þá kviknaði loksins á Káa-liðinu. Það við býðum þáttur að liðin verið klár, annars kíkjum bara á tímalínuna. Sjáum við að Afturelding byrjaði þetta af gríðalegum krafti, en í stöðunni 13-6 kviknaði loksins á Káa-liðinu og eftir það var þetta hörku spennandi. Káa-liðið í fínni stöðu fyrir undir restina, en það dugði ekki og Afturelding tók að lokum hrinuna 25-27 og við erum þá klár í hrinu 2. Mikilvægt að strákarnir svari fyrir sig og taki þessa hrinu. Annars erum við að hið minnsta búin að missa stigi. Já, breyting á Káa-liðinu, fáum hann Magnús inn. Til þess eins að skipta Óskari inn, þetta er nú oft hálf broslegar uppákomur sem koma, hvað var þessar skiptingar í blækinu. En hvað það alltaf vera klárt, Gísli Marteinn Baldvinsson sem að byrjar þetta fyrir Káa. Besti leikmaður Káa í fyrstu hrinu, vonandi að Gísli haldi áfram að láta til sín taka hér í annar hrinu. Og þá erum við klár. Gísli kominn á stað, fastu bolti frá honum, frábær móttaka og Hafsteinn blokkaður og dæmt svo net í kjölfarið á Káa-liðið í hávörninni. Þeir eru ekki alveg sammála. Óskar Hermann kannast hvorugu við þetta. En Sævar dómari eins og ansi reyndur og frábær dómari og hefur örugglega rétt fyrir sér þarna, en sjáið þið Pedro José Lozano Caballero. Þetta er að segja að hann er ótrúlega öflugur sóknarmaður og ekki þessi hefðbundni uppspilari og hann var fljótur að skora þarna gott stig, jafnar 1-1. Frábær hávörð þarna og þarna sýndist við Matteo eiga blokkina. Miguel Mateo Castrillo, ég var að segja þetta og þannig að við þurfum meira frá honum sóknarlega og hann tekur hérna þá bara eitt varnarstig. Káa komið í 2-1. Góð móttaka gestunum, hratt uppspil á miðjuna og Hermann, hérna hann er ekki að klára þetta. Kemur Hafsteinn, blokkaður af Óskari og Óskar fagnar vel og innilega. Óskar Fernández les Hafsteinn hann, Hafsteinn ætlaði að lauma honum fram í hávörðinni en Óskar náði að lesa í hann og náði að krafsa í boltan sem var nú 3-1 Káa, 3 stig í röð. Það er á 2 blokkstig, vel gert og lúmsku bolti þarna frá Óskari og
Matteo, já, Matteo að skora 4-1 K.A. frábær byrjun. Ég ætlaði samt að sjálfsögðu að segja þetta væri lúmskuboltur á Pedro. Og 4-1 núna K.A. Pedro áfram í uppgjöfarstöðunni, búinn að vera öruggur, þá akkurat klikkar hann. Og önnur uppgjöfun sem klikkar að K.A. í leiknum. 4-2 K.A. hér í annar hreinu. Þá Hafsteinn í uppgjöfastöðu fyrir gestina. Gefum hérna bolta sem Óskar tekur vel á móti boltinu upp á Hermann og Hermann sér hérna tómsvæði miðjan völlinn og Hermann Byring gerir þetta frábærlega yfirvegar hérna, það ekki alltaf að vera fast, hann bara finnur lausa svæðið og sendir boltan raklis í gólfið. 5-2 K.A. Óskar fastu bolti, frábær móttaka eins og bolti baka á Hafsteinn og Hafsteinn næra að skrúfa boltan hann að Hermannu niður. Og Hafsteinn Már Sigurðsson kominn með 5 stig, hann heldur betur að býta frá sér hérna. Tók smá tíma að koma sér á stað. Dorian fyrir afturhildingu. Langur bolti og hann út, það var rosalega nálægt en úti var hann. Og þetta 7. uppgjöf sem klikkar á gestunum. Það bara svolítið mikið, sérstaklega á þessum tímapunkti leiksins. Hermann Byring fyrir K.A. Hann að sækja ásinn. Smá vesen á honum Kára hérna í móttökunni. Og 4. ás K.A.-liðsins staðreynd, það Hermann Byring sem að sækja hann. 4 stiga munur. Kemur Hermann aftur. Hann setur hann núna aðeins uttar og Matteo mættur hann undir, vel gert, Pedro upp á Draupni. Draupnir, þrefaldri hávörn, setur hann bara yfir hana og Hermann gerir þetta vel, boltan í leik og það tvíslar hérna á Gísla Martein. Hefði kannski bara átt að leyfa Pedro að taka boltan en Gísli veitir frá sér sökina og staðan því 7-4 núna. Hann byrjar að brosa aftur að Gísli. Skítur skeður. Pedro hrættuspil á Gísla og Gísli fljótur að laga mistökin á hann. Gísli Marteinn kom með 7 stig. Það hansi vel gert og hvað þá einmitt á miðjunni. Það ekki meira búið að leiktum en þetta. Og Óskar næra í bolta og dæmt svo net í kjölfar á gestina. K.A.-liðið fær stigið, frábær björgun í K.A.-liðinu. Og fá svo stigið því að þeir rákust í netið þarna og þá tekur Borja leikli fyrir gestina. Álík byrjun eins og áðan. Bara nú að K.A.-liðið sem að byrja betur. 9-4. Staðan var þetta 9-3 þegar K.A. tók leikli í fyrstu rauninni. Þannig að þetta hansi svipað neðan bara búið að snúast við. K.A. kom með 10 smastig gegn 9 í heildina. 4 ása gegn 3, 2 laumur gegn 1, 6 blokkstig gegn 3. En það sem að jafnar þetta ansi út fyrir gestina að K.A. búið að gera 8 fleiri mistök í opnum leik. Það 13 gegn 5. En afturhalding klikkað á 7 uppgjöfum. K.A. aðeins 2. K.A. hefur búin að skora fleiri stig í þessum leik, en þetta eins og vel gert. Boltinn þarna
upp á miðjuna sem að Kristinn Rafn Sveinsson klárar þetta vel. Hans annað stig í leiknum og þeir ná að losa sig úr þessari stöðu og nú Hilmir Berg með hennar bolta. Kemur boltinn upp á Matteo úr afturlínunni af hávörðinu út. Vel gert Matteo. Þetta nákvæmlega sem við þurfum að virkja Matteo. Það kannski eðlilega þegar Matteo með sinn dag þá hávörðin alltaf að hugsa hann og þá opnast tækifæri fyrir fleiri til þess að blómstra. Og lúmsku bolti, vel gert Matteo, Kálin næra. Við Herkjá komin yfir og meir rúmlega það. Þessi bolti, náðurlega býð eftir með þetta í gólu Káamegin. Þeir ná að endanum að koma honum yfir og Gísli Marteinn að endanum fær stigið þarna 11-5. Núna eru hlutirnir að ganga með Káaliðinu. Draupnir hins vegar setur hann út og laga staðan aðeins fyrir gestina. En þetta fara að líta bara frekar vel út hjá Káaliðinu. Já, þetta úti. Vel kallað og Birkir ætlar að fara á endanum. Og enn eru uppgjafinnar að vefjast fyrir afturheldingu. 12-6 hér í annar hreinu. Og þá erum við búin að fara heilan hrein. Gísli Marteinn kominn aftur í uppgjafastöðuna. Gísli tekur hann stuttan, ná að bjarga þessu, vel gert, en skýra hann bara hins vegar þægilega yfir. Pedro á Óskar með fastan bolta. Hávörðin var viðsfjarri. Óskar ekki lengi að refsa. Frábær spilamennska Káaliðsins hér í annar hreinu. 13-6. Þá Sigþór fyrirgefið sem aftur inn í lið gestana. Sáum þetta Sigþór náði að breyta eitthvað stöðinni. Gísli Marteinn, nei, setur hann út og skiptir svo út í kjölfarið. Eitthvað var Birkir að misreikta þennan bolta. Hann var alveg vel inn í þessi bolti. Og Kristinn Rafn kýrir hérna fjórða ás gestana. Hann fyrsta í þessari annar hreinu. Kemur hann aftur hér. Setur hann í netið. Aftur 6 stiga munur. Góð móttaka. Þetta var klaufalegt. Það mistuðu dauðafæri gestinir og Káa svo með Herkjum að redda þessu. Nei, vilja meina það að þetta hafi verið seiling hjá Pedro. Ég held að þetta sé réttur dómur. Þetta var grófar í kantinum hjá honum. Og afturling fær því stigið. Boltinn var held ég komið vel yfir netið þarna þegar Pedro náðu að krafsa í hann. Og Hafsteinn þá fyrir gestina. Fastur bolti, Óskar tekur mjög vel á móti, fær hann sér tilbaka og bombar þessi í gólfið. Já. Erum við að sjá hann gæja. Óskar kom með 6 stig. Og já, það sem sé 5 smastig hjá honum og 1 blokkstig. Óskar ekki svo hæsti í loftinu en maður lifandi hvað maðurinn getur hoppað. Kemur svo hér í uppgjöfinni. Fastur bolti, þeir eru vandræði með þetta. Boltinn dettur yfir net og það lúrir Miguel Mateo Castrillo.
og hann bombar sér í gólfið. 16-9, 5. stigið á Matteo. 4 er það í annar hreinu og þá tekur Borja aftur leikhlé. Fyrra leiklið skilaði litlu sem engu og Káa 7 stigum yfir hér miðbik annar hreinu. Sjáum hér tölfræðina í annar hreinu til þessa. Káa 7-2 í smössum, bæðilið með 1 ás. Káa 2 laumur, 2 blokkir. Hefur hins vegar áfram gert fleiri mistök en sjáu það eins og það Káa-liðið bara búið að vera töluvert sterkara hér í upphafi annarar hreinu. En hlutinir eru eins og ég segi þetta fljótur að breytast. Sá sem þurfa að halda áfram að hamra járnið hérna sem funheitt. Kemur Óskar. Fín móttaka og frábær hávörn. Þeir ná ekki að skila hann tilbaka. Og það gengur eiginlega allt upp hjá Káa-liðinu núna. 17-9. Óskar Fernández áfram í uppgjafstöðunni. Þetta er ekki góð staða hjá Aftureldingu, búnir með leikliðin sín. 8 stigum undir og Káa þarf aðeins 8 stig viðbót til að klára aðra hreinu og jafna við 1-1. En þá kemur þessi bolti frá Óskari. Já, með hans að fylga klikkuðu uppgjöfun á Káa-liðinu núna. Og þessi er inni aftur hefur Birkir að misna boltan. Þetta er sjálfséð. En Dorian komið núna með 2 ása í leiknum. 6 stig í heildina. Og sá að Birkir, hann hikaði þarna. En þetta var rétt hjá hann að láta hann fara. Ég held að hann sé létt þarna. Búinn að missetta sig 2 sinnum. En þetta var hárrétt. Og þá er hann Sölvi Páll mættur inni fyrir Káa-liðið. Sjáum hvað Sölvi gerir. Strákur og á kemur Hafsteinn, situr hann að hárninni og Káa fær þetta stig. Þetta er eiginlega til að kóróna það sem er í gangi hérna hjá gestunum. Það gengur nákvæmlega ekkert upp og það þarf eitthvað mikið að gerast í Káa og ekki að taka þessa aðra hreinu og jafna metin 1-1. Sölvi aftur, flottu bolti, það er bras á þeim. Kemur Hafsteinn, fastu bolti en Hafsteinn gerir vel úr þessu. Skorar mikilvægt stig. Hafsteinn Már. Hans 7. stig. Í kjölfarið kemur skipting hjá gestunum. Hann Kristinn Benedikt mættur til leiks. En eins og segi staðan 19-12. Sebastian með hennar bolta setur hann í netið og enn eru uppgjöfnir að klikka hjá gestunum. Sebastian ekki alveg búinn að finna sig nægilega vel í þessum leik. Öflugur leikmaður aðeins með 1 stig maður leiks. Hér á Óskar afturlínu. Óskar skoppar af netinu út. Línur var hann einfallega að reyna að bjarga sér þarna, misti því að þessu, en þessi bolti er held ég
rétt yfirlega dæmdur úti og staðan því 20-13. Þá Sigþór Helgason komið inn í stöðuna, kemur þetta með bolta beint á Birki og Draupnir í erfiðri stöðu þarna og Hafsteinn nýtir sér það að blokkar hann vel. Hafsteinn komið með 7 stig. Þetta ekki alveg búið. 6 stiga mun núna. Sigþór aftur. Þetta svo það fyrir Óskar, boltinn tilbaka á Matti og Matti setur hann allt og neðarlega, setur í netið. Enn einn mistökin að KA í opnuleik. Þau orðin 16 í heildina núna, gegna aðeins 7. 3 stig í afturhendingu. Og þetta að snúast hér á enda sprettinum? Sigþór aftur. Birkir yfir, boltinn upp á Draupnir og þá tegur kraftinn úr þessu, boltinn tilbaka, Hafsteinn, Draupnir að blokka þetta, vel gert. Boltinn svo upp á Draupnir aftur, Draupnir af hávörninni og út, já, og fagnar þessu vel og innilega. Draupnir Jarl Kristjánsson kominn á blað. Já, þetta gerir hann frábærlega. Þetta var mikilvægt, ná að slökkva í Mosfellingum aftur. Voru komin með þetta með 3 stig í röð. Draupnir með þennan bolta og þeir í vesenni, ná að skilja hann yfir. Og kemur Óskar, já, halda hann engin bönd núna. Óskar Fernández Elís. Kemur þessu aftur í 7 stiga forskot, KA 3 stigum frá því að jafna í 1-1. Þessi í hreinum talið. Og þá Draupnir áfram hérna í uppgjöfastöðunni. Við viljum með mjög flottar uppgjöfir. Flottur bolti. Góð móttaka. Hafsteinn af hávörninni og skorar. Já. Þetta mesta lífi í Hafsteinni hjá gesturinn núna. Henda stigahestur þeirra með 8 stig, þar af 6 smarstig, 2 blokkir. Frábær leikmaður. Atli fann að venna boltan fyrir netið og þetta að færa KA enn nær því að klára þessa hrinu 23-16. Gísli Marteinn þá í uppgjöfinu fyrir KA. Gísli búinn að vera frábær í þessum leik. Kemur Gísli, flottur bolti, frábær móttaka eins og að bolti upp á miðjuna og vel getur Hermanni tegur kraftinn úr þessu, boltinn upp á Óskar, Óskar að hálftir út, það að gerast hérna, Óskar, það bara hvað sem hann gerir, það endar í stigi. Hávörnin mjög vel staðsett en þá kemur Óskar bara fullu gasi, bombar í hávörnina út. Og KA 8 stigum við 24-16, 1 í viðbót til að klára hreinuna. En þeir ná að taka á móti þessu. Nú svo lag fyrir KA, boltinn hér upp á Matti og laumar og þetta búið. KA tekur þessa aðra hrinu 25-16, þessi hrina var eiginlega aldrei spurning. KA tekur þetta sannfærandi með 9 stigum í restina. Náði fljótlega 6 stiga forskoti og það hélst út hreinuna. Og staðan því orðin 1-1 í hrinum. Kíkjum á stigaskorarana hjá KA. Stigastur KA, eða stigahæstir KA, Óskar Fernández og Gísli Marteinn báðir með 8 stig, Miguel Mateo Castrillo 6, Herran Bering 4, Andri Snær 3, Pedro José Lozano og Draupnir Jarl báðir með 1 stig. Stigu heldur betur upp núna Óskar og Mateo. Hjá gestunum þar Hafsteinn Már stigastur með 8 stig. Búinn að vera svona eiga hvað jafnasta leik hjá
Mósveldingum. Dorian með 6 stig, svo voru þeir Kristinn Rafn og Atli Fannar báðir með 3. Sebastian og Arnór Snær báðir með 1. Kíkjum á tölfræðina í annar hreinu. 25-16 sigur KA, 10 smastig gegn 4. Afturlíknin var Ísum með 2 ása gegn 1. En KA skorar 3 laumum gegn Engri. KA tekur 2 blokkir gegn 1. Svo var svolítið fyndið að pæla í þessu að þetta heldur áfram að KA gerir töluvert fleiri mistök í leik. Gera 5 mistök gegn 3 en Afturelding klikkar á 6 uppgjöfum, KA 4. Afturelding komst í 1-0, síðan ekki söguna meir og þessi hreina var einfaldlega 1 KA-liðsins. Kíkjum aðstutt á tímalínuna, hún var frekar einföld að þessu sinni. Sjáum þetta var aldrei spurning og KA jafnar í 1-1. Sjáum hérna stiga söfnunina, 40% af stigum KA úr smössum, 24% eftir uppgjafa klikk hjá gestunum. Afturelding hins vegar 31% eftir mistök hjá KA-liðinu, 25% svo eftir þeirra eigin smöss og 25% fyrir þeirra eigin uppgjafar mistök hjá KA. En segir okkur það að Afturelding datt eiginlega bara algjörlega úr takti í þessari annar hreinu og KA-liðið gekk heldur betur á lagið. Nú er bara spurning hvort að eitthvað breytist hér í 3. hreinu. Kemur boltinn frá Matteo. Matteo gerir þetta vel og þeir ná að bjarga sig og gott betur því að þessi bolti endar í gólfinu bara á honum Dorian. Já, virkilega vel gert hjá gestunum þarna. Fyrst að ná að verjast þessu og svo kom boltanum upp á Dorian. Kemur boltinn upp á Óskar en Dorian mættur undir þarna, vel gert. Og Hafsteinn bombar þessu og skorar. Já, Hafsteinn Már Sigurðsson heldur áfram að raða inn stigunum. 2-0 Afturelding hér í KA-liðinu í 3. hreinu. Boltinn upp á Gísla og Gísli skorar. Já. 9. stigið hjá kappanum. Sá er að eiga góðan leik. Þá fer hann í uppgjafstöðuna. Kemur Gísli hér. Setur hann í netið eins og þar. Og Afturelding 2 stigum yfir. Petró upp á Hermann. Hermann. Já. Andra dæmti net á háruna. Og staðan því 3-2, gestunum í vel. Petró menn að bolta, fín móttaka og flottu bolti á miðjuna. Og Sebastian er að skora sitt annað stig. Já, sjáum hvað Hafsteinn gerir. Já, setur hann út.
og enn eru þeir að klikka uppgjafnar hjá gestunum. Óskar Fernández, Selís hér, fastur bolti, frábærlega gert í mótur. Þetta er sjálfséð mistök hérna hjá Sigþóri. Hann er ekki vanur því að hafa þessi leddljós í kamerunum. Hann er vanur því að hérna séu gamaldags perur þegar hann var hérna að spila með okkur. Og dæmdu tvíslag á hann. 4-4, Kópavogur jafna. Óskar Fernández bombar þessum bolta, þeir missa hann út. Þetta er hjá Óskari. Já, Óskar, eins og verður kallað hér eftir, hans fyrsti ás í kvöld. Kemur ekkert óvart, þeir eru fleiri. Jafnvel bara strax núna. 3 stig í röð Káa, kemur Óskar aftur. Fastur bolti og það fastur að fyrir út. Og aftur er staðan 5-5. Já, það kemur á sínum einn. Birkir er ekki að stýra sem bolta betur. Og þetta gerir Dorian vel, hans 8. stig í leiknum sem byrjaði leikinn af gríðarlegum krafti í upphafi fyrstu hreinu og er aðeins farin að minna á sig aftur hérna. Kemur aftur hér en setur inn í netið og staðan jöfn 6-6. Já, þetta gerðu þeir vel, bolti frá Sigþóri góður og Sebastian, hann kláraði þetta virkilega vel. Hans 3. stig í leiknum, hann er að koma sér í gang, komið 2 stig núna á skömmum tíma. Afturhalding. Áfram með frumkvæði hér í 3. hreinu, Matt missir hérna bolta yfir, en það er að verja svo í kjölfarið og svo þessi bolti af hárinu út. Já, 2 stig í röð fyrir gestina. 8-6. Hafsteinn Már heldur áfram að raðinn stigunum, gerir þetta virkilega vel. Matt með hérna bolta, Óskar kemur hér á Matteo. Hann er að skora. Já. Það er alveg séð fastari bolta frá Matteo. Það bara þurfti ekki þarna. Og boltinn svo upp í loft. Matteo með hérna bolta hér. Fín móttaka og nær svo að verjast þessum bolta frá Sigþóri. Ja, Birkir stýr við þessu, Petro tilbaka á Matteo bombar þessu, vel varist hér, áfram boltinn í leik, háðin frábær og enn er Gísli Marteinn að eiga frábæran leik. Gísli Marteinn kom með 10 stig og þar af eru 3 úr blokkum. Káa kom með 7 blokkstig. Þar af 4 í fyrstu hreinu. Og það er bras á þeim hérna. Og þetta ég skráði ekki sem mistök mótherja. En Káa er komið yfir 9-8, 3 stig í röð. Matteo áfram ekki á stöðunni. Kemur Matteo hérna. Allt og stuttur hjá honum. Allt og stuttur. Og staðan því aftur jöfn 9-9. Sjáum hvað Sigþór gerir. Hann
Komst á smá skrið á þann í uppgjöfunum. Matti í smá vandræðum, Petró nær að ýta honum yfir. Og Hafsteinn, vá, þetta var ekki flókið fyrir hann. Bombar þessi gólfið og Hafsteinn Már Sigurðsson komið með 11 stig hérna. Og Afturelding aftur kominn með forystuna. Óskar, þetta gerir hann vel, boltinn upp á Gísla og Gísli, já, hann getur varla gert mistök. Komið með 11 stig hérna og sá er að eiga magnaðan leik á miðjunni. Það er ekki oft sem við sjáum miðjurnar skila svona tölum og það er ennþá nóg eftir þessum leik. Jæja, flottur bolti hérna, Káan er að redda og svo kemur Hafsteinn, boltinn blokkaður og sjáið þið Petró, það var ekki lengi að bregðast við þarna. Var í hávörðinni og var fljótur að lesa aðstæður og skelli boltanum í gólfið. Hans annað stig í leiknum, kemur Ká aftur yfir, 11-10. Kemur Draupnir hér, fínn bolti, móttakan hins vegar góð og þetta er ekki erfitt fyrir Birki og boltinn upp á Óskar. Óskar setur hann full utalega og Afturelding fær því stigið 11-11, jafnt á nær öllum tölum hér í þriðju hreinu. Enda er þetta ansi mikilvæg hreina. Liðið sem vinnur þessa hreinu er öruggt með að minnsta kosti stig úr leiknum. Og ætla að koma í leikistöðu 2-1. Kemur Matti, frábærlega gert hjá hann, svo frábær vörn hjá Kára. Svo kemur boltinn enda upp á Óskar. Óskar bombar þessa hávörðinni og skorar. Já. Hann heldur áfram að skora eins og hann vill. Óskar Fernandes Elís 10. stigið hans í leiknum. Þá er Hermann Býring mættur í framlínuna og Gísli Marteinn í uppgjöfinni. Kemur Gísli hérna, fínn bolti, finnst það mjög góð móttaka á Hafsteinn af hávörðinni og Petró var ekki alveg að aðlagast boltanum þegar hann fór á hávörðinni. En er Hafsteinn Már að skora 12-12 og Hafsteinn kom með 12 stig. Boltinn er upp á Óskar. Óskar, frábær hávörð til Hafsteini. Gjörsamlega magnað að sjá hann hana. Hann er komið 13 stig, drengurinn. Kristingin hér til þægild fyrir Draupni. Boltinn upp á Matti, myndi ég. Og þeir ná að bjarga þessu skilunum yfir. Nú eins og verður Ká að nýta sér þennan séns. Boltinn upp á Óskar. Óskar bombar þessu niður. Sá er funheitur. 11 stig á honum, 13-13. Langjafnasta byrjunin á hreinunum. Nú sé ég jafnt á öllum tölum. Kemur Petró, menna bolta, fín móttaka, boltinn svo, þetta var klaufalegt, þetta var ansi klaufalegt og Ká fær hérna ansi ódýrt stig, 14-13 Ká. Petró, José Lozano, setur hann í netið, þá er bara klaufuleg stig á móti. 14-14. Já, spennustigið að hækka. Jæja. Kemur Hafsteinn hérna. Boltinn er eins og út.
er svona eins og sé einhver regla í þessu að ef að Káa klúrar aukju þá þurfi Mosfellingar að svara strax með missetna aukju tilbaka. Kemur Óskar hér. Fastur bolti, nei, hann klikkar líka og þá er Káa búið að klikka á 10 aukjum. Afturhalding 15. Fastur bolti, það frábær móttöku af Birki, boltinu upp á Matteo eins og að blokkar all hressilega þarna. Frábær blokki á Atla Fannari. Atli Fannar komið með 4 stig. Hans önnur blokkir í kvöld. Og það heldur áfram að sveiflast hérna. Það er jafnt á öllum tölum núna að undanförnu og eiginlega nær alla tveiruna. Draupnir, ná að koma á þann yfir. Pedro upp á Draupnir, fastur bolti. Svo fín vörn hjá gestunum og reyna að lauma hann að Pedro mættur undir. Óskar upp á Matteo bombar, Hávörðin tekur þetta. Áfram hendur Káa eins og var með boltan. Draupnir, fastur bolti, frábær vörn og Hermann les Sigþór hann að boltin enn í leik. Frábært rally, Pedro mættur undir. Boltin upp á Draupnir blokkaður og þetta var alvöru bolti. Sebastian Sævarsson fagnar þessu vel og innilega, eðlilega. Þetta var rándir stig, bæði lið ætlu sér þetta stig. Frábært rally endar í blokk hjá Sebastian. Hans fyrsta blokk í kvöld. 15-17 afturhelding. Og Birkir missir boltan aðeins svo langt og þar lúrir hann Atli Fannar og refsar. 4 stig í röð afturhelding og þá tekur Káa leikhlé. Já, mesti munur sem hefur verið á liðunum í þessari þriðju hrinu. Eiginlega búið að vera jafnt á öllum tölum. En afturheldinga refsa núna rétt fyrir endakaflan. Og í fínni stöðu og eðlilega tegur Káa leikhlé. Ef við kíkjum örstutt á bara heildar tölfræðina í leiknum. Sjáum að Káa er með 23 sparkstig gegn 20. Ásættin eru 6 hjá afturheldingu, 5 hjá Káa. Káa með 4 laumur, 1 hjá afturheldingu. Bæðileg með 7 blokkir og mistökin eru 26-27. Afturheldingu vil, það er að segja að Káa búið að gera örlítið fleiri mistök. En Káa búið að gera fleiri mistök í opnu leik. Og afturhelding klikkar fyrir uppgjöfum eins og þarna. 16. uppgjöfum sem klikkar hjá gestunum. 18-16. Þetta var mikilvægt fyrir Káa. Og Hermann Byring fyrir Káa. Flottur bolti, þessi var inni, ekki nokkur spurning með það. Frábær ásig á Hermanni og 2 stig núna á skömmum tíma hjá Káa. Breytir stöðunni aftur, 1 stigs munur. Hermann Byring fyrir Káa. Hann hittir hann illa þarna og afturhelding fær því stigið. Já, og Gísli er frábær vörn hann á höfum Sebastian og svo boltinn í kjölfarið af spírunni, antennunni hjá Matteo. Og afturhelding aftur 3 stigum yfir. Frábær vörn hann hjá Sebastian, hvernig hann náði að bjarga þessu. Þetta var bara sko hvaða líbero sem hefði verið stoltur af þessu.
Tilbaka á Matti að blokkaður og þarna vantar Talanda. Afturhelding að stinga af hérna þennan mest á Reynir. Þá kemur Andri Snær inn í KA-liðið. Sebastian hennar bolta beint á Óskar. Óskar með eins og fína móttöku, boltinn hratt upp á Gísla og hann deyr í hárninni. Gísli heldur áfram að raðinn stigunum. 12 stig hjá Gísla. Hann stigahæstur í KA-liðinu. Hann líka að gera þetta vel. Hann með 5 smastig, 3 Ása, 1 Laumu, 3 blokkstig. Hann dreifir þessu vel. Kemur Hafsteinn, hann setur hann út og þetta aftur að sveiflast. 21-19 núna. Andri Snær Sigurjónsson, flottur bolti, finnst að móttaka mjög góð. Og sjáu þið Petró, frábær hávörn en bolti renn í leik. Skilur tilbaka, Birkir upp, Petró upp á Óskar, Óskar setur hann út. Komandi á náttúrlínunni og var enda því bara mjög fínn í stöðu en setur boltan út og þetta getur reynst ansi dýrkeypt. Sigþór hennar bolta beint á Birki, Birki mjög vel. Boltinn upp á Draupni, Draupni laumar og þeir ná að bjarga þessu. Svo kemur Óskar upp á Draupni, Draupnir upp, Draupnir af hárninni og frábær björgun. Allt þessu enn í leik og þá það Petró sem kemur með lúmskan boltan, setur hann út og Afturelding fær þetta stig. Þetta varnar sigur hjá gestunum hann. KA-liðið þjarmaði allt hressilega að þeim en stigið var gestanna. Já, hér þessi björgun. Hjá honum Kára þarna, Kári, já, vá, þetta var alveg björgun. Kári ætti það að vera líberó, fórna sér og ná hann að bolta sem að enginn reiknaði með að væri möguleiki á að bjarga. Og í kjölfarið Afturelding í lykilstöðu 23-19 hér í þriðju hrinu. KA búið með bæði leikliðin sín. Borja ekki búið að taka leikli fyrir gestina. Sigþór Helgason fyrir Mosfellinga. Fín móttaka. Boltinn upp á Draupni, Draupnir af hávörninu út. Já. Og þá kemur Matti og aftur til leiks hjá KA. Andri Snær út af í hans stað. Draupnir í uppgjöfinni. Fín bolti og þeir ná að bjarga þessu. Nú þarf KA að refsa og þeir gera það. Óskar Fernández Elís bombar sig gólfið, hans 12. stig, 21-23 og þá tekur Borja leikli. Gleymið ekki að KA-lið þarf helst að ná næsta stigi líka. Mikilvægt að byrja tímabilið vel. Og eins og segir, liðið sem tekur þessa hrinu komið í lykilstöðu á að klára leikinn og líka örugt með að minnsta kosti stig úr leiknum.
Ja, Draupnir Jarl Kristjánsson fyrir Káa. Fínn bolti, þeir eru vandræði með þetta, gera ágætt úr þessu. Boltinn ennþá í leik. Birkir upp, Pedro upp á Óskar, Óskar hávörðurinn klár, en það hefur bara ekkert að segja. Óskar Fernández Elís bombar þessi gólfið og minkar þetta í 1, 22-23, 3 stig rauða Káa. Og Draupnir heldur áfram að pressa úr uppgjöfunum sínum. Já. Fínn bolti, mjög fín móttaka kemur. Nei, sjaldséð mistök hérna hjá honum Hafsteini. Hann hitti bara boltan ekki og staðan því orðið jöfn 23-23, 4 stig röð Káa og Borja tekur sitt síðasta leikhlé hér í þriðju hreinu. Já, hér, þetta er svo fljótt að gerast. Þetta er galdurinn við þessa íþrótt. Tuttugu og þrjú. Erum við að fara í aðra upphækkun. Fórum við upphækkun í fyrstu hreinu. Síðan svaraði Káa með afar sannfærandi 9 stiga sigri í annar hreinu. Þessir hreina hins að búið að vera algjör veisla. Fyrra leikli beit ekki á Draupni, gerir það seinna það. Nei, hann hefði bara áfram, þetta er svona mjög góð móttaka. Hafsteinn aftur, hann setur hann út! Engin snerting þarna. Engin snerting. Og þessi er einfallega úti og Káa er komið yfir 24-23, 5 stig í röð og skyndilega getur Káa klárað þetta með næsta stigi. Draupnir. En er hann samfærandi sínum aðgerðum? Boltinu upp á Hafstein, Hafstein er að lauma. Gerir þess að vel hann Pedro. Boltinu á Matteo og hánar Hafstein að svara fyrir sig, blokkar hann að bolta, les hann að laumuna frá Matteo og Hafstein Már knýr fram uppbækjuna 24-24 og þá er Atli Fannar í uppgjörn fyrir gestina. Kemur hann að bolta, nei, þetta er rándýrt á þessum tímapunkti. Þessi bolti var ekki svona líklegur til að fara yfir. Og aftur er því Káa komið með lykilstöðu hér og þá er líka Gísli Marteinn kominn í uppgjafastöðuna. Gísli búinn að vera gríðarlega öflugur í uppgjöf í kvöld. Nær hann að klára þetta, hér kemur hann fullu gasi. Frábær móttaka hins vegar hjá Kára og í kjölfarið þá er það Endorian sem að jafnar aftur. Hafði ekki líkið fyrir þessu. Kári líbero gestana gerði virkilega vel þarna. Þetta var ekki auðvitað bolti til þess að taka við frá Gísla og í kjölfarið var eftirleikurinn þægilegur fyrir Dorian. 25 og Arnór Snær fyrir Mosfellinga. Miskilíkur á Káa-liðinu, þeir ná að redda þessu Matteo og hins vegar setur hann allt of neðarlega og Afturelding er núna með ansi góða stöðu en þeir þurfa eins og að sækja stigið. 25-26. Aftur kemur Arnór Snær. Arnór þægileg bolti fyrir Draupni, Draupni tekur hann allavega og Matteo sparkaði boltanum yfir en hann fer út og Afturelding tekur því þessa hreinu 25-27, 3 stig í röð gestana og þeir eru komnir í 2-1 stöðu í því leiknum. Þetta er svekkjandi. En þetta var náttúrulega bara mögnuð hrina. Kíkjum á stigaskorunina.
Óskar Fernández Celis stigastur að Káa með 13 stig, Gísli Marteinn 12, Matteo 7, Hermann Býring 5, Andri Snær 3, Pedro og Draupnir báðir með 2 stig. Hjá gestunum, þar Hafsteinn Már með 14, Dorian Point með 9, Atli Fannar 5, Sebastian Sævarsson Mæjar með 4, Kristinn Rafn með 3 og Arnór Snær með 1 stig. Já, kíkjum þá á tölfræðina hér í þessari þriðju sem var að klárast. 25-27 stigur Aftureldingar eftir upphækkun. Búin að vinna báðar hrinurnar sínar 25-27. Káa með 10 smastig í hrinunni gegn 9, 2 Ása gegn 1. Engin lauma. Aftureldingin segja með 4 blokkir, Káa aðeins 1. Og Káa gerir 13 mistök sem gefur gestunum stig. Afturelding með 12 hins vegar. Og það jafnaðist heldur út. Afturelding, að segja, með uppgjafarnar. Afturelding klikkað á 5, Káa 6. En já, hörku leikur hér í Káamilinu. Kíkjum örstutt á samantölfræðina. Já, 25-27 sigur Aftureldingar í fyrstu hrinnu. Káa svaraði með 25-16 sigri. Aftur vinnur Afturelding 25-27. Káa með 27 smastig gegn 21. Bæðilið með 6 Ása. Káa með 4 laumur, Afturelding 1. Káa með 7 blokkir, Afturelding hins vegar 8. Og Káa gert fleiri mistök, 34 gegn 31. Afturelding hins var klikkað á 17 uppgjöfum, Káa 11. Þetta búið að haldast þokkalega út leikinn að Káa gerir fleiri mistök í opnunleik. Afturelding hins var í uppgjöfunum. En já, þá erum við að vera klár hér í fjórðu hrinnu. Káa við baki við vegg. Káa verður að vinna til að knýja fram 8 hrinnu. Annars Afturelding að fara heim með öll stigin. Með hvernig Káa-liðið svaraði áðan eftir tap í fyrstu hrinnu. Kæmur ekkert óvart að strákarnir myndu svara fyrir sig af krafti hér. Jæja, Pedro fyrir Káa. Kemur Pedro hérna. Móttakan góð og svo enn og aftur fyrsta stigið hjá gestunum. Dorian gerir það. Gott ef Afturelding ekki bara búið að skora fyrsta stigið í öllum hrinunum. Það er svona 50-50 hvort það dugir til sigurs eða ekki. Það kemur Óskar. Óskar setur hann bara út, það er engin snerting. Já, hann er það mannlegur. Afturelding 2-0 yfir. Mikilvægt að missa það ekki of langt frá sér. Jæja, Pedro upp á Matteo. Matteo laumar, Hávarnin að krafsa í boltan. Kemur Hafsteinn af Hávarninni og krefandi bolti frá Óskari. Það missa hann yfir og sjáu þið Pedro. Hann er í afturlínu, hann mátti ekki hoppa. Blokkaði bara enga síður og frábær Hávarn aftur. Kemur Matteo, setur hann allt og langar. Matteo ekki búinn að eiga sinn besta leik í dag. Og 3-0 staða gestana hér í upphafi fjórðu hrinnu. En þessi blokk hjá Pedro var geggjuð. Verst að þetta dugði ekki til þess að fá stig. En þetta verður eins og að gefa Káa ansi mörg stig í kvöld. Gestinni klúður í uppgjöf. 3-1 og Káa komið að blað. Óskar Fernández í uppgjöfinni. Fastur bolti og frábær bolti. Þráttur hetjulega
tilraun. Já, gekk þetta ekki á gestunum og þetta ás hjá Áskari. 2 hjá honum. 3-2. Áskar aftur, þessi inni. Hann var uttalega, inni var hann. Og nú hann svo sannlega bara að vinna fyrir því að fá að vera Áskar. 3 ásar komnir hjá honum í kvöld. 15 stig í heildina. 3-3. Óskar Fernández. Selís kemur hér aftur. Fastu bolti. Mjög góð móttaka hins vegar. Rætt uppspil á miðjuna. Gengur ekki alveg hins vegar. Ekki boltinn á Matteo bombar þessu. Þetta gerir hann virkilega vel. Þetta þekki við okkar mann Miguel Mateo Castrillo. Hans 8. stig í kvöld. Kemur Káa yfir 4 stig í röða Káa. Óskar aftur, setur hann í netið. Og staðan því 4-4. Kemur Hafsteinn. Þessi bolti eins og var vel út hjá honum. Og 19. uppgjöf sem klikkar á afturlendingu. Það svolítið mikið. Það bara allt og mikið. Hermann með hennar bolta, fín móttaka eins og er. Og þessi frábær. Boltinn frá Dorian Poing með 11 stig. Hefnar í 5-5. Og fer svo í kjölfarið í uppgjöfina. Þessi inni. Já. Já. Línuvörðurinn í bestu stöðu til að sjá þetta. Hann dælar hann inni og þá bara heldur áfram. En Dorian klikkar svo uppgjörinn í kjölfarið. Og staðan því upp 6-6. Ánægður með Pedro. Ákaflega hress og skemmtilegur karakter. Og hann vill ekki sjá neitt pirring eða svekkeris í káliðinu. Vill bara með brosi hafi gaman að þessu. Og það hjartalega sammála á honum. Svo kemur þessi bolti frá Atla Fannari út. Og Káa komið aftur yfir. Jæja, Matteo. Fínn bolti eins og mjög góð móttaka og Hafsteinn. Sá hitti þennan bolta illa. Þessi bolti var allan tíman leiðin út. Og staðan núna 8-6 fyrir Káa, 3 í röð. Það búið að mæla mikið á Hafsteini en aðeins að draga á honum. Sebastian ekki alveg að hitta hann boltan vel og svo kemur þessi bolti frá Gísla. Frábær björgun hjá Dorian. En aftur Hafsteinn að hitta boltan illa. Hann heldur áfram að reyna taka fagnið sitt til að reyna ullum fyrir dómaranum. Engin nálægt þessum bolta og Hafsteinn ekki alveg að finna sig núna. Hann búinn að eiga virkilega góðan leik. Kemur Matteo. Fín móttaka boltinn hér upp á og Hávortin í lagi. Kemur Matteo boltinn aðeins og framalega, hann getur ekki smessað hann. Og svo gerir Birkir mjög vel hérna og aftur gerir Birkir vel.
og Óskar tilbaka og Matteo nærður sig ekki vel. Þessi bolti fyrir netið, þetta er rétt. Þessi bolti fyrir netið. Þetta er ekki að hornina, þetta var það 4 að Káa. Jájá. Og afturlíking fær því eðlilega stíð. Þetta er bara hárrétt. Jæja, sjáum hvað Sebastian gerir hér. Þægileg bolti fyrir Birki. Pedro upp á Draupni og Draupni setur hann út fyrir hérna antennuna. Tvöröð fyrir gestina. Og enn er leikurinn að jafnast og Draupni svekkir aðeins á þessu. Kemur hérna út af. Já. Og hratt uppspil hérna á Gísla. Gísli blokkaði boltann í leik. Matteo, frábær bolti á Matteo. Já, Miguel Matteo Castrillo. 9. stigas í kvöld. Kemur Káa í 10-8. Gleymum því ekki að Káa verður að vinna hreinuna til að fá upp oddahrinnu. Andri Snær Sigurjónsson, fín bolti, fín móttaka eins og þar og Gísli flotta háur, boltinn í leik. Og frábær háur hérna, já. Sýndi að vera Pedro sem klára þessa háur. Pedro, Jose Lozano Caballero, 3 stig á honum. Hans fyrsta blokk í kvöld, 8. blokkin á Káa. Það er þó orðið jafnt 8-8 í blokkum hjá liðunum. Þessi bolti frá Andra eins var allt of langur. Og það er staðan því 11-9 núna. Birkir, fín móttaka á boltinu upp á Óskar. Það er að tegja síðan. Þetta gengur ekki alveg hérna hjá gestunum og Káa fær sitt 12. stig, 12-9 Káa. Þetta er allt á réttri leið. Allt á réttri leið hér. Jæja, sjáum hvað Gísli Marteinn gerir hér. Flottur bolti. Ná hins vegar að redda þessu. En boltinn hins vegar út. Káa 4 stig yfir núna. Já, Gísli Marteinn að blómstra á föstudagskvöldi, rétt eins og nafni sinn. Hvað nú? Já, það taka leikhlé. Gestirnir. Sjáum hvað Borja hefur að segja. Já, Gísli Marteinn. Sá er búinn að eiga flottan leik. Kíkjum þess að vera aðstöðt á stiga skorunina. Já, hjá Káa Óskar Fernández stigastur með 15, Gísli Marteinn 12, Matteo 9. Hjá gesturum þar er Hafsteinn Már 14, Dória með 12, aðrir minna. Ja, við erum að vera klári í að halda leik áfram hérna. Gísli Marteinn. Káa 13-9 yfir. Gísli bombar hérna í Pedro. Og ég vil bara segja það, já, að leikhliðið hafi virkað í að trufla Gísla. Jæja, flott móttaka á Káa-liðinu. Óskar Fernández, háorðin góð og Andri Snær gerir vel hérna í að bregðast við þessi bolta sem þetta er á hann hérna. Og Hafsteinn
Það er að bakka þess að og gerir þetta frábærlega, ekki auðvöldur bolt til að vinna með. En Hafsteinn Már minnir á sig þarna, var búinn að vera í smá ströggli í þessari fjórðu hrynu. En minnir all hressilega á sig þarna. Vel gert hjá honum, 15 stig. Stig eftir á vellinum Ásand Óskari hjá Káa. Og þessi bolti af netinu og dettur yfir. Atli Fannar Pétursson er að minnka í 13-12, 3 stig í röð Afturelding. 8. ásinn hjá Aftureldingamönnum. Kemur hann aftur hérna, þetta er eins og fínt fyrir Birki, boltinn upp á Matteo, Matteo blokkaður en boltinn út og Matteo fær til stigið. 14-12, flott hávörð en boltinn endar fyrir utan og Káa nær að hanga á fórustinni. 14-12 hérna. Pedro Jose, fín bolti, fín móttaka og já, þá nær hann bara að svara í sömu mynd. Dóriar týður bara boltan í Matteo út og þá heyrði bara 0 þetta út. 14-13 núna. Stefnir núna í hæsi, spennandi loka baráttu hér í fjórðu hrynu. Kemur Matteo í blokkina og út. Já. Þrettán, 15 eða 15-13 Káa. Óskar Fernández, Selís. Kemur hér. Kastar boltana aðeins framarlega en náðu að gera hulur úr þessu. Hafsteinn af hávörninni og skorar. Já, sá er að minna aftur á sig og það er ekki góða fregnir fyrir Káa-liðið ef að Hafsteinn er aftur að finna sinn takt. Gríðarlega öflugur og núna í uppgjöfinni fín móttaka, boltinn er upp á miðjuna og Hermann Byring klárar þetta frábærlega. Já, hans 7. stig í kvöld. Hermann gerir þetta mjög vel. Fer svo sjálfur í uppgjöfina, 16-14. Hermann, langan bolta en góður og hratt usla miðjuna. En fín hávörð, boltinn inn í leik, kemur Hafsteinn með rosalega klókan bolta. Sér að menn eru komnir ansi framalega. Setur hann utarlega og Óskar sem er aftasti maðurinn að Káa, hann er ekki alveg að krassa nægilega vel í hennar bolta. Og Hafsteinn minnkar þetta í 1 stig. 17 stig hjá Hafsteinni. Og þessi bolti er inn í leik. Þetta hefði Atli getað refsað vel, gerir þessi var ekki. Þessi er inni, Gísli Marteinn skorar, þessi var inni. Jæja, þessi var alveg klálega inni. Og Gísli kom með 13 stig, frábær bolti hjá honum. Kemur Matti á menna bolta, móttökan í lagi og ég ætla að segja að Birkir verði náðu þessu bolta. Ég ætla að segja það en Atli, það er stigið. Andaði aðeins upp á talandina á Káa-liðinu og það var smá hik sem að kostaði það að þessi bolti fór í gólfið. Sebastian fyrir gestina, þessi bolti þægilegur fyrir Andra, boltinn tilbaka á Andra og Andri skrúa hann yfir hávörðina en verðist þessu og í kjölfarið það er Káa-liðið ekki að verðast þessu og Dorian jafnar í 17-17. Já, hér, hvað gerist núna? 8 stig sem liðið mætti til að klára fjórðu hrynu. Káa þarf að vinna til þess að
fá Oddarhraunu. Afturinn klárar hins vegar leikinn með sigri. Gísli. Setur hann út. Afturhalding 18, K.A. 17. Þá tekur K.A. leikli. Já, það yrði rosalega svekkjandi ef K.A. fengi ekkert út úr þessum leik. Þetta er búið að vera algjörlega stál í stál. Enda eins og fyrsta hreina og þriðja hreina báðar í upphækkun og alveg örugglega saman upp að teininum hér í fjórðu hreinu. K.A. vann eins og var aðra hreinu samfærandi með 9 stiga mun. Það telur bara alveg mikið eins og að vinna í upphækkun. Og sjáum hvað gestirnir gera hér. Birkir missir hann svolítið framalega og Petró slær hann bara. Vel gert hjá honum. Og frábær Hávard, boltinn enn í leik. Virkilega vel gert hjá gesturinn að bregðast við Hávardinu þarna. Og svo kemur lúmskur bolti þarna. Og Afturelding komið með 4 stig í röð, 2 stigum yfir núna, 19-17. Nú fer hvert stig að vera heldur betur mikilvægt. Sebastian Sævarsson, Mæjer. Kemur hér. Það er fyrir Andra. Boltinn upp á Matti og Matti á afturlínunni. Frábær vörn hjá Hafsteini. Boltinn upp á, jæja, hvað endar þetta? Þeir þurfa að skila hann yfir. Og Hannar minnir hann aftur á sig. En Pedro, þetta er uppspilari sem getur vel hamra boltan og gerir það við þarna. 18, 19, K.A. ennþá inn í þessu. Andri Snær Sigurjónsson í uppgjöfinni. Það væri afar sterkt að jafna núna. Seri úti. Við fannst hann detta línuna, svo var ekki. Og Afturelding fær því stigið. Já, hérna þarna var sko millimetra spursmál. Og svo klikkar uppgjöfin á móti. Og þetta er ennþá æsi spennandi hér í fjórðu hreinu. K.A. 19, Afturelding 20, hér í fjórðu hreinu. Gísli Marteinn Baldvinsson fyrir K.A. Kemur Gísli, flottu bolti, frábær móttaka og afturlínu smass, blokkin í lagi og sáu þið Pedro José Lozano Caballero. Hann gerir þetta frábærlega. Komið 5 stig uppspilurinn okkar. Jafnari 20-20. Þetta er æsi spennandi fjórða hreina. Kemur Gísli Marteinn með þennan bolta. Móttakan góð, nú er sénsinn hjá þeim og það er eins og net á K.A.-liði. Skipti ekki máli, stigið var alltaf á leiðinni í Mosfellsbæinn. Og Afturelding því 21-20 yfir núna. Atli Fannar áfram í uppgjöfinni. Nú þarf móttakan verið í lagi. Er það, Andri gerir það. Bolti, krefindi bolti á Óskar og Hávörnin tekur þetta. Segja bara að Hafsteinn hafi klárað þetta. 22-20 og K.A. tekur leikli, sitt síðasta leikli í þessari fjórðu hreinu. Já, hérna hér. Það er búið að vera svona sveiflur fram og tilbaka í svo leika til að hvergi er í búið. En gestirnir vissulega í góðri stöðu, 3 stigum frá því að klára þessa fjórðu hreinu og þar með leikinn. K.A. þarf 5 stig til þess að taka fjórðu hreinu og þá heldur veislan áfram hérna. Já, svefntípinn
færist eitthvað aftar hjá Blakkrökkum hérna í kámilinu. Það er enginn að fara að sofa þegar svona leikur í gangi. Jæja. Það meina bolta, Andri á móti, boltin upp á Matti og skorar, já. Hárnákvæmt hjá Matti og hans 12. stig. Þetta er ennþá svo sannarlega möguleiki, 22-21 afturhaldning. Og Pedro José Lozano fyrir Káa. Móttakar svo góða Kára og hörku boltið þarna. Dorian, það var ekki mikið að gera í þessu. Móttakan frábæra gestunum og eftirleikurinn var ansi auðveldur. Aftur tveggja stefnur og Arnór Snær fyrir uppgjöfina. Afturhaldning klikkað 21 í uppgjöf í kvöld. Það klikkar eins og ekkert núna. Andri með góða móttöku. Bolti baka og Óskar blokkaður út og Káa fær stigið. Óskar 16 stig í kvöld. Minnkar því 23-22. Svakaleg spenna hér í fjórðu hrinu. Já, hérna hér, Óskar Fernández Elís. Hvað ætlar að gera núna? Það væri rosalega sterkt að jafna núna í 23-23. Hvað gerir Óskar? Smá hyggju í honum en áfram með þetta og á Birkir, gerir þetta vel. Boltinn upp á Matti og Matti á blokka, boltinn í leik, Birkir upp á Pedro tilbaka á Matti og setur hann í netið. Þetta er rándýrt. 24-22 afturhaldning, Káa þarf 2 röð til að fá upphækkun. Og í uppkjástöðu fyrir gestina er Hafsteinn Már. Það vísu ekki ennþá komið með ás, en hann er með baneitraðar uppgjafir. Sjáum hvað hann gerir hér, hann Hafsteinn. Þessi boltinn svo þægur fyrir Birki. Pedro tilbaka á Matti og já. Hann bætir upp fyrir klikki á hann. 23-24. Káa þarf þá 1 í viðbót, þá förum við í upphækkun. Hermann Býring. Hvað gerir hann hér? Jæja, Hermann minn. Flottu bolti, flott móttakan, gestirnir í fínu séns Hafsteinn. Jæja, við náum að verðast þessu og kom boltanum yfir, já, hérna hér. Og svo kemur sigur smassið frá honum Dorian Poing. Hann klárar þetta 23-25, minnsti munur sem að gat verið á liðunum. En afturhaldning vinnur leikinn 3-1 sem þýðir það að Káa fær ekki stig út úr leiknum sem er gríðarlega svekkjandi því að frammistaðan var svo miklu betra að fá 0 stig út úr þessum leik. En afturhaldning gerði bara virkilega vel, unnu fyrstu hrinu 25-27 eftir upphækkun. Káa svaraði með magnaðri annar hrinu sem er unnu með 9. Síðan vann afturhaldning aftur 25-27 eftir upphækkun og hér vinnaði fjórðu hrinu 25-23. Og gera því ansi góða ferð hér norður. Kíkjum á stigaskorurina hjá Káa. Óskar Fernández Elís stigast með 16 stig, Mikkel Matteo Castrillo með 13 ásamt Gísla Martini Baldursinni, Hermann Býring með 6, Pedro José Lozano með 5, Andri Snær 3 og Draupnir Jarl 2. Hjá gestunum Hafsteinn Már stigast með 18 stig, Dorian 16, Atli Fannar 8, Sebastian 4, Kristi Rapp 3 og Arnór Snær 1. Kíkjum aðeins á tölfræðina í fjórðu hrinu. 23-25 sigur, afturhaldingar Káa gerði fleiri smastig, 11-9, bæðilið með 2 ása. Afturhaldingar með 2 laumur, Káa enga, bæðilið með 1 blokk og svo gerir Káa 11 mistök sem gefur gesturum stig. Afturhaldingar 9, bæðilið klikka 4 uppgjöfum í þessari fjórðu hrinu og já. Afturhalding náði að skrúfa aðeins fyrir misjafnar uppgjafir hjá sér og það endanum
var þetta það sem að skilaði þeim að þeir náðu að klára þetta. En já, annars held ég fyrir að segja þetta var gott hérna. Frábær blakleikur að baki hér í KA-milinu og við þakkum bara kærlega fyrir áhorfið. Óskum gesturinn til hamingju með sigurinn. En þetta veit hins var á gott, það magnaður blakfötu framundan. Og já, við höldum áfram að sýna vel frá blakinu hér í KA-milinu. En annars bara takk kærlega fyrir árið, bless bless!